Komiði sæl, við heilsum ykkur hérna að austan. Í þætti kvöldsins förum við víða völl. Við ætlum meðal annars að fara og skoða í listasmiðju Norðfjarðar í Neskaupstað. Þetta er bara abstrakt. Þetta er bara ég er að sulla. Við ætlum að heimsækja einn minnsta skóla á landinu. Það er mjög miklu skrítnar að koma í svona stærri skóla. Það er rosalega skrítið. Og skoða nýtt gönguhús. Og það var eitt svona sérstakt kennimerki og það var útlínun á Dýrfjallinu. En við ætlum að byrja hérna í Fljótsdalnum. Hér er fjárhundakeppni. Austurlandsdeild Smalahundafélags Íslands hélt fjárhundakeppni síðustu helgi á Eyrarlandi í Fljótsdal. Fjárhundakeppni er kannski ekki á allra vörum, en hún er alls ekki ný af nálinni. Og það er svona aldarfjórðungur síðan mann byrjaði að keppa svona árlega. Keppa á hverju ári. Við höldum landskeppni Smalahundafélags Íslands á hverju ári. Það er svona stærsta móti, það er þá koma allir bestu hundar landsins saman og keppa, en þetta er svona deildarkeppni hérna núna en reyndar opinn fyrir öllum þá sem vilja. Einn keppadanna er Lísa, sem kom alla leið frá Tjörnesi með tíkina Skottu. Skotta er 10 ára gömul og líklegt er að þetta hafi verið hennar síðasta keppni, en hún er tvöfaldur Íslandsmeistari. Lísa ætti því að vita hvað einkennir góðan fjárhund. En þeir þurfa að geta leyst þessi helstu verkefni, farið fyrir hóp og komið með hann og haldið hóp saman, rekið frá manni og skipt honum upp og sett inn í girðingar og þessi rétt hérna sem við sáum. Þannig að já, það er svona hann geti leyst þessi verkefni með tamningu, þetta er gamanlaust. Að þessu sinni voru 12 hundar sem öttu kappi í 3 flokkum, unghundaflokki, B-flokki og A-flokki, þar sem reynslumestu hundarnir keppa. En hvernig hundar eru þetta? Þetta er border collie sem menn kalla skota, og þetta er svona fjárhundur með aðra eiginleika heldur en gamli íslenski hundurinn, sem er svona geltandi rekstrarhundur. Þessi hundur fer öðruvísi að, hann vinnur þegjandi í kindum, fer fyrir kindur, sækir þær og hann getur rekið líka. Tilbúin. Allt sem einkennir góðan fjárhund er tekið fyrir í keppni sem þessari, en eftir hverju er dómarinn að horfa? Þetta er nú svona ákveðnar reglur sem styðst við, sem eru komna frá Skotlandi og víðar, þess að þetta hefur við þróað lengi, og þetta byggist nú svona á því að samspil smalans og hundsins sem árangursríkast gagnvart því að stjórna kindunum. Það er reiknað í gegnum nokkur hliðarliðinni og það eru skildar að og það eru síðan setta í rétt í lokin, og allt byggist þetta á því að samspili sé sem best og hundurinn sé ekki of aggressífur og smalinn hafi sem allra best vald á honum. Draumahundurinn er sá sem er mjög afslappaður en hefur samt fulla stjórn á kindunum allan tíman. Það er draumahundurinn og samstarf hans og smalans er þá væntanlega mjög gott ef hundurinn er mjög afslappaður en hefur samt stjórn alltaf á kindunum. Hvernig er svona keppni sett upp? Svona keppni er sett upp svona eins og ákveðið verkefni, svona sem að þú ert að vinna kannski dagstaglega á sauðfjárbúið með hundinn. Hann á að sækja kindur og reka þær og koma með rétt og svona. Þannig að hundurinn sem að fer í svona keppni og leysir verkefnið hvað best, hann stendur upp sem sigurvegari. Í flestu keppnum hér á Íslandi er notast við 4 til 5 kindur og koma inn nýjar kindur fyrir hvern hund. En mér lá forvitni að vita hvort hægt var að nota hvaða kind sem er. Já, ég fer í gegnum hópin og tek frá forystuærnar og þannig að þær taka ekki það er ekkert vinsælar þetta er aldrei hraðar. Og svo tek ég ekki inn í þetta vetugamla eða yngsta féð, þannig að það er kannski svona sem maður kann minna á hundana. Þannig að ég nota svona, eins og maður segir, miðju ærnar sem eru svona bestu aldri, ekki gamalærnar, heldur og gamlu. Þetta er bara sem miðju. Af hverju heldur hann þessa keppni? Já, ég er nú á að þetta held ég formaða deildarinn fyrir austan og við erum kannski ekki óskaplega duglega að halda deildarfundi en ég bara hef náttúrulega mikinn áhuga á þessu og gaman að þessu og það er gaman að þegar fólk hittist og ber saman hundarna sína og sýnir sig og alltaf og hér eru svo sem ágætis aðstæður líka. Kindurnar mín eru náttúrulega vanar hundum. Það er mikil kostur og náttúrulega eiginlega ómögulegt annað en að kindurnar sem eru notaðir í svona keppni séu vanar í að svona hundur smali.
ef þú ferð með svona keppni inn á fjárbú þar sem að engin kind hund, en þá þetta náttúrulega bara slagsmál og læti og ekkert sérstaklega áhorfendavænt, sko. En hvað finnst formanni deildarinnar einkenna góðan fjárhund? Þetta náttúrulega svo margir eiginleikar sko, sem þurfa að vera svona samankomnir sko, í fjárhundi. Það náttúrulega að hlýða vel og hlusta vel. Það þarf líka að vera grjótharður, sko. Það þarf að geta tekið kindurnar og beygt þær til hlýðinni ef á þarf að halda. En hann má náttúrulega ekki vera stjórnlaus og gera það af einhverju krótaskap eða offorsi eða þannig að illa fari. En það þarf að vera svona, já, það þarf að vera hlýðni í þeim. Þeir þurfa að vera ákveðnir og auðsveipir. En þetta tekur þetta allt svona sinn tíma í tamningunni, sko. En upplæðið náttúrulega mjög mismunandi í þeim og það eru svona alltaf náttúrulega einhverjir, eða þú veist alltaf hundar sem kannski bara eru ekki nægilega góðir, ekki nú ákveðnir, þannig að þeir svona, manni líka það ekki og svona lossi við þá. Maður vil ekki nota á og kannski henta einhverjum öðrum sem maður vil ekki svona harða hunda en ég vil hafa þetta alltaf ákvæmna. Ég vil það þannig og maður svona finnur alltaf einn og einn sem að fellur í þann flokk. Ykkur nýliðun í faginu? Þetta gengur hægt. Jú, það að koma inn ungi strákar hérna. 2 ungi keppendur hérna í dag og sem eru 3, hvað ég segi, jú, það að koma fleiri inn í þetta. Þetta tekur tíma og gengið óðurlega hægt, sko, en það svona bara, sjá mann þetta kemur að gagni og bara eins og við vitum að þá fækkar sauðfjárbændum og það alveg nauðsynlegt að nýta svona hjálpartæki, mætti kalla það, sko. Það alveg lífsspursmál. Það gott að það skuli koma nýtt fólk, en það þarf alltaf að vera reynslu mikill dómari líka. En af hverju hann ekki keppa? Það sennilega bara fyrir ég svona mikill klaufi og þess vegna settu ég að dæma. Ég hef aðeins prófað þetta en var ekki með heppilegan hund og svo bara, það í sjálfu sig, ég nota hunda við kindu, ég fer aldrei til kinda við sem er með hund og mér hefur gengið alveg ágætlega með hundar í smalamennskum og eftirleitum og slíku en ég hef ekki svo sem lagt mér eitt sérstaklega eftir því. Áhorfendur og keppendur virtu skemmta sér vel því þó þetta sé keppni þá þetta líka vera gaman. Þetta rosalega gaman og það bara svo gaman að fara og smala með góðum fjárhundi, sko. Það virkilega, þó þessi gaman að taka þátt í keppni og allt það en að fara út í, sko, upp á fjall og í erfiðar aðstæður og krefjandi aðstæður og allavega og fást við féð með góðum fjárhundi, það það sem að gefur svona mest gildi, sko. Að lokinni keppni lögðu keppendur og hundar leið sína heima Eyrarlandi þar sem Þorvarður bauð upp á kaffi og með því áður en að dagurinn endaði með verðlaunaafhendingu. Já, sem. Hvað besti? Grunnskóli Mjóafjarðar! Mér finnst það best að það eru svo fáir og við þekkjum svo rosalega vel. Og þú veist, við vitum alveg hvað fyrir taugarnar á hver öðru og maður þarf ekkert að pirra neitt. Það ekki hægt eiginlega, en maður leggur sér bara fram, pínu. Einn fámennasta grunnskóla landsins að finna í Mjóafirði, en þar eru aðeins 5 nemendur sem dreifast á 7., 7., 8. og 9. bekk. Eftir að Mjóafjörður sameinaðist Fjarðabyggð heyrir skólinn undir Nesskóla í Neskaupstað og þangað fara krakkarnir stundum í heimsókn og vinna með samnemendum sínum. Og ég sé svona þessa bara kennslu, svona almenni kennslu hérna og maðurinn minn, Guðjón, hann svona í hlutastarfi og með mér svona þegar ég þarf svolítið að skipta þeim því að það svolítið bil frá þessum sem eru alveg yngstir og upp í svona elsta. Það getur verið gott stundum aðeins að þó þið sé ekki mörg að skipta aðeins. Bara fyrirkomulag á svona kennslu, þetta bara svona lítill hópur. Hvernig byggir þetta upp, námi? Ég byggi þetta bara svolítið út frá bara hverjum og einu nemanda og reynir samt að náttúrulega halda mig við svona aðalnámskrána og að hafa samráð eða svona, ég reynir svolítið að tengja okkur inn í bæði Nesskóla og bara svona svolítið nærumhverfið bara skólana af því að það svolítið vont að vera svona, þú veist, einn og út úr því að maður vill ekki náttúrulega vera úr takti kannski við það sem líka verið að gera annars staðar. Í sumu eru þau sko bara með sömu bókina
þó að þessi sko 7. bekkur og svo 9. bekkur, til dæmis dönsku. Og þau eru bara alveg samstíga í því til dæmis, þó að aldursbilið sé svona breytt. Og það er eiginlega það skemmtilega, sko. Þá sér maður bara hvað þau geta verið ótrúlega bara, þú veist, það býr svo mikið í þessum krökkum. Margrét er eini kennari skólans og þarf því að setja sig inn í og sinna öllum námsgreinum. Þetta var náttúrulega rosalega erfitt fyrst. Ég viðurkenni það alveg, af því að þá, sko, ég kom úr leikskólageiranum og sem betur fer eiginlega má segja að þá byrjaði ég samt ekki með mjög stálpaða nemendur. Þau voru bara svona rétt komin upp úr yngststíðinu. En svo hef ég sjálf bara verið að byggja alltaf upp á líka mína þekkingu, þannig að þannig skapast svolítið svona fjölhæfni, þú veist, af því að bara með tímanum þá safnar maður bara í bankann, bara eins og krakkarnir, sko. Tæknin í dag gerir vinnu í fámennari skólum auðveldari og Mjóafjarðarskóli nýtir sér það að sjálfsögðu. Við nýtum okkur það nú eiginlega mest, myndi ég segja, í svona gagnaöflun bara ef okkur vantar efni, því við erum ekkert að hlaupa á safn, við erum ekkert að fara yfir götuna og fara í bókasafn skólans, af því að þetta er allt bara á næstu fjörðum. Svoleiðis að við leitum rosalega mikið inn á netinu mitt bara þegar okkur vantar efni til þess að vinna úr í námsgreinum og líka ef okkur langar að taka þátt í einhverju svona út á við, þá er það náttúrulega rosalega mikið oft í gegnum netið og þá höfum við kost á því líka þó við séum hér. Þannig að það hefur, gert svona stærstu breytingarnar. Fámenninu fylgja bæði kostir og gallar, en hvernig gengur þeim almennt að vinna með þessa litlu einingu? Þeim gengur bara misvel bara eins og í stórum einingum. Í rauninni, sko, maður getur alveg verið bara einmanna og einn og afskiptur í stórum hóp. Maður getur líka verið í litlum hóp, þannig að sko, þetta er svolítið bæði undir þeim komið og okkur, fullorðnu sem erum í kringu þau. Almennt kemur þeim vel saman og þegar við erum að gera eitthvað saman þá eru á endanum yfirleitt allir sáttir við það sem að þeir sitt hlutskipti. En auðvitað komast undir bara alveg eins og alls staðar annars staðar þar sem að maður verður bara, við verðum bara virkilega að bara, leysa úr svona einhverjum flækjum. Ekkert barn er á leikskólaaldri í Mjóafirði og því eru grunnskólanemendurnir yngstu íbúa staðarins. En hvernig sér Margrét framtíðinni firðinum fyrir sér? Núna er þetta bara, það eru bara þessi sem eru hérna á staðinum og á meðan náttúrulega engin atvinnusköpun þá kemur ekkert fólk hérna, það kemur ekki neitt. Við erum náttúrulega bara auðvitað bindum vonir við það að einhverjir vilji koma hérna með okkur og gera eitthvað. Við erum ekkert að segja, og alls ekki að fara fram á það að einhver bara rétt okkur eitthvað. Við viljum náttúrulega bara vera með í að skapa eitthvað. Jóhanna Björg Sævarsdóttir er annar 2 nemendi í 7. bekk sem er þá fjölmennasti árgangur skólans. Það er mjög fínt. Það er mjög miklu skrítnar að koma í svona stærri skóla. Það er rosalega skrítið. Farið þið stundum í aðra skóla hérna í kring eða hvað? Já, svona eins og Norðfjarðarskóla. Og erum þar kannski 1 dag eða eitthvað, 1 skóladag. Hver finnst þið svona helsti munurinn af því? Það er miklu meiri læti og svo er líka bara, það er matur í skólanum, mjög margar frímínútur líka. Jóhanna Björg er alveg með framtíðarsýnin á hreinu. Já, mér langar að fara í menntaskóla í Mosfellsbæ út af því að það er hestabraut. Aha. Og síðan langar mér að fara á Hóla og hesta það líka. Mjóafjarðarheiði lokast yfirleitt í nóvember og er ekki opnuð aftur fyrr en undir vor. Áætlunarbátur gengur 2 í viku yfir á Norðfjörð og flytur á milli póst og vistir. Það er eiginlega svolítið svona 2 tilfinningar sem að svona togast á. Það er eiginlega svona þetta bara, það er bara þessi, nú erum við bara í friði, sko. Nú er þetta bara, nú á ég staðinn og ég þarf ekki að vera að læsa og þetta er bara svona voðalega líbó. En svo er líka svona bara, það er nú svolítið fúlt að geta ekki farið í Bónus og hort sjálfur í hillurnar eða veslað kannski afmælisgjöfina sem ég gleymdi eða byrja að safna jólagjöfum eða eitthvað þannig. Ég segi alltaf, þetta er í rauninni alveg fella þægilegt.
Bara til þess að horfa jákvætt á þetta líka. Ég meina, ég bara veit nákvæmlega hvað mér vantar og ég hringi og segi bara, þetta vantar mig. Ég er ekki í búðinni að horfa á hillurnar og segja, já, mér vantar þetta. Mér langar sér svona. Í reisulegu og fallegu húsi í Neskaupstað starfrækt listasmiðja Norðfjarðar. Húsið heiti Þórsmörk og var flutt inn frá Noregi árið 1914 af Konráði Hjálmarsinni kaupmanni og útgerðarmanni sem reisti húsið og gaf dóttur sinni og eiginmanni það í eins konar brúðargjöf. Þórsmörk merkilegt hús í sögu Norðfjarðar en þar var fyrsta rafstöðin sett upp til að tendra fyrstu ljósaperu bæjarins og fyrsta útvarpsviðtæki í Neskaupstað var smíðað í Þórsmörk og þar upplifðu heimamenn í fyrsta sinn útvarp. Hann bjóða til sjálfur, Páll Þormar, hann komst í blöð frá Danmörku, svona katalóg og pantaði lampa og útbjóða þetta sjálfur og síðan var útvarp hérna úti og nágrannir fengur að hlusta eða bæjarbúar allir. Og svona ýmislegt sem að, já, fólk kom hérna að alveg bara hlusta og það var ýmislegt sem að þetta fólk hafi gert hérna fyrir bænin og annað. Það því vel við hæfi að listasmiðjan skuli vera til húsa þar sem nýjungar litu dagsins ljós, en listasmiðjan Norðfjarðar félagsskapur áhugafólks listir og menningu og þar verða til mögnuverk og fallegi hlutir. Þetta bara abstrakt. Þetta bara ég að sulla. Sulla á ál. Á ál. Pröfa eitthvað annað heldur en landslagið. Já. Hérna, að mála eftir ljósmynd. Þetta ekki eiginlega svo gott sem landslag? Jú, það má nú segja það. Þetta kannski abstrakt. Þetta geti verið eldgos. Eldgos, við þetta strax til höfum. Það geti verið það. Anna málar helst landslagsmyndir, en hún kennir einnig líka silfursmíði í kjallara húsins og þekki því hvert krók og kima. En hvernig líkar henni við húsið? Alveg yndislegt, getur ekki verið á betri stað til þess að vinna. Þú hefur þetta stóra rými og mikla rými. Góður andi í húsinu? Rosa góður andi. Ekkert á sveimi. Nei. Ekkert sem hún sérði allavega. Nei. Listasmiðjan keypti Þórsmörk árið 1993 og var þá húsið komið vel til ára sinna og viðhaldi hafði ekki verið sinnt sem skildi. Það var byrjað á því að laga skólpið og rafmagnið og það voru hérna ungi menn sem voru galvaskir í þessu og mjög duglegir og unni hérna alveg þannig að það var lagað fyrst af öllu. Það settu sér fljótlega í samband við húsafriðunarnefnd sem styrkti uppbyggingu húsins, en svo fóru styrkinir að hækka og sún bættist í styrkveitendur. Og þá byrjum við á að setja nýtt þak á húsið því að það lag allt og var farið að skemma út frá sér. Síðan fórum við í að drena í kringum húsið því að það var kjallarinn með fullur af vatni og það var alltaf þegar rigning eða snjóleysi að þá var lág að maður fóru klofstíflun niður til þess að reyna að koma vatninu út. En við heldum áfram og síðan var gerður austugaflinn og síðan norðugaflinn og vestugaflinn. Þó að mikla endurbætur hafi orðið og ytrabyrði húsins þá ætla þær ekki í gagngera breytingar innan hús. Við ætlum ekki breyta neinu veggi með neitt og sömu hurðar og allt. Það bara númer 1 og 3, þetta heilt. Engin ástæða til að rífa það. Nei, það sko engin ástæða til að rífa eitt neitt þarna inni eins og stofur húsins sína. Segðu mér Hildur, þetta hér, þetta var, eða stofa eða ekki? Þetta ein af 3 stofum, sko, já. Í húsinu? 3 sparistofum í húsinu. Sparistofa? Já, hérna, eins og stofurnar hérna eru á neðri hæðinni. Gamalt útvarp og falleg málverk. Já. Þetta bara allt eins og þetta á að vera. Og allt á upplið. Allt á upplið, já. Og hérna þá sparistofa. Þetta já, aðalstofan, væntanlega borðstofa, setstofa. Og nú hún bara notuð undir önnu að mála? Já, hér bara málað í greiðverk. Já. Þetta hefur verið svakaleg stofa. Já, og svo ef þið viljið kíkja á skreytingarnar sem eru náttúrulega upprunalegar upp við loft. Já, hérna, já, hér, já. Já. Þetta nú bara eins og einhverju svona hefðarsetri. Já, þetta hefur verið hefðarsetri á sín tíma. Ein úr listasmiðjunni Robin Vilhjálmsson, en henni margt til lista lagt. Þú málar nú eitthvað líka, eða ekki? Eitthvað, já. Og hvað málar þú? Ég hittade för jag fick såna Detlef Raus kunde folk så henne myndena
Þetta málað í olíur en ég líka málað í vatnslitur. Já. Og þetta það helstast mál svona af fólki, af mannamótum? Í þetta tímabili, já. En ég hef líka málað bara landslag og ég gaf út barnabók 4 ár síðan. Já. Og ég gerði teikningar og myndin í því. Bókin heitir Pílar í sveitinni. Já. Og þetta var lokaverkefni fyrir leikskólafræði. Og þér líkar vel við þetta hús eins og öllum öðrum? Jú. Þetta oft svona okkar annað heimili. Það orð að sönnu að þetta sé þeirra annað heimili og bjóða þeirra alla listunendur velkomna klukkan 17 á miðvikudögum, hvort sem áhuginn liggur í að mála myndir, vinna á silfri eða að þæfa ull. Fyrir viku var formlega tekið í notkun nýtt þjónustuhús á Vatnsskarði fyrir göngufólk sem ætlar Stórurð. Húsið norðanmegin í skarðinu með útsýn yfir hérðið. Hér erum við þá að gera upphafstað gönguferða í Stórurðina. Hér þjónustu- og upplýsingahús. Hér upplýsingar Stórurðina, allar gönguleiðir merktar og sýndar skýrt og svo hérna auðvitað salerni og gott bílastæði, þannig að hér eiga menn að geta lagt að stað öryggir í ferðina með góður upplýsingar og allt það. Svo náttúrulega útsýni hér alveg frábært, þannig í sjálfu sér þetta staður sem hægt að heimsækja bara vegna útsýnisins hér yfir Héraðsflóann og yfir í Smjörfjöll og inn að Snæfell þess vegna. Mikil ásókn í Stórurðina? Já, hún er alltaf vaxandi, bara eins og gönguferðir allt Ísland. Stórurð margrómaður viðkomustaður ferðamanna. Nokkrar mismunandi leiðir urðina og á Vatnsskarðinu ganga ferð létt. Náttúra Stórurðar einstök. Slettir grasbalar, ríkalegi grótrauningar, stóra steinblokkir, fagrar tjarnir og sérstakur gróður. Það sem auðvitað sérstakt þarna, það eru þessi stóru berg sem hafa einhvern tímann í fyrndinni hrunið niður úr fjallinu og eru þarna í dag og maðurinn verður þarna mjög lítill þegar hann kominn þarna inn að. Aðstaðan byggð upp í samvinnu Fljótsdalshéraðs og Borgarfjarðarhrepps og var hönnun hennar valin undangenginni samkeppni. Óðinn Gunnar var ritari dómnefndar og við spurðum hann hvað nefndin hefði lagt til grundvallar á valinu. Það var nú svo sem ýmislegt. Mannvirkið þyrfti að bera eitthvað svipmót af svæðinu og það hefur tekist mjög vel til hér með þetta hús þar sem að það minnir á dyrfjöllin, dyrnar í fjöllunum. Það þurfti náttúrulega líka að vera viðhaldsfrítt eða viðhaldslítið, standast álag veðurs og snjóa hér í 400 metra hæð. Við erum hérna í 400 metra hæð í Vatnsskarðinu og hér er mjög vindasamt, þannig að það er líka það. Og fyrir nú utan það að bara vera fallegt og allt það. Og það held ég hafi líka mjög vel tekist til með það hérna. Og þetta er samstarfsverkefni tveggja sveitarfélaga. Hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið afskaplega vel. Við erum hér á sveitarfélagamörkum og sveitarfélagin hafa ákveðið það í upphafi alveg 2013 að gera þetta sameiginlega. Stórurðin og Dyrfjallasvæðið tilheyrir svona, má segja, báðum sveitarfélagunum. Það er búið að merkja mikið af göngulauðum og skipuleggja og þar hefur nú ekki síst kannski ferðamála hópurinn og Borgarfirði og ferðafélag Fljótsdalshéraðs komið að, bæði í Víkum og hér í Stórurð. Þannig að þetta er svona í okkar hugadóldið eitt og sama svæðið, Víkurnar og Stórurðin. Þess vegna fer vel á því að við gerum þetta saman. Dyrfjöllin gnæfa yfir Stórurðina og þau veittu norska arkitekturum innblástur við hönnunina. Meginhugmyndin var útlínuna af fjallið og að draga fjallið niður hérna til fólk þar sem þau byrja að labba og óska fólk velkomin inn í þitt svæði. Og efnisvalið var að nota það sem er til nálegt. Það húsin að vaksa upp eins og grjót frá grunnurinn og tréefni var hugsað meira eins og fleta tréefni sem eins og pallaefni sem að sitja á og nota sem sett yfir landslagið. Erik býr í Noregi með íslenskri konu en þau eru bæði arkitektar. Hann segist ekki hafa þekkt mikið til svæðisins áður en hann tók þátt í samkeppninni. Það var í rauninni ekki mikið en það svo mikið man getur gert á netinu í dag, svo var mjög auðvelt að fá gott svona yfirbragð hvernig hverfið og svæðið hvernig fjallið lítur út og það var eitt svona sérstakt kennimerki og það var útlínuna á Dyrfjallinu.